Já, komið öll sæl. Það sunnudagur og sínir Egils, hingari konir góðu gestir, Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, fyrrum þingmaður og bæjarstjóri og María Rut Kristinsdóttir, eða ekki? Jú. Já, nýkjörið þingmaður og til hamingju með þingsætið. Takk fyrir það, gerlega. Það er svo sem mörg að taka, ég detti nú hug svona, þó ætlum að ræða svona erlend málefni í seinni hlutunum, en bara fréttirnar í morgun að þegar að Hamas var of seint til að senda nafnalistan yfir gíslana, að á meðan að þeir bíðu bara eftir e-mailinu, að þá komu Ísraelsher og drápu samkvæmt því sem fréttir segja 27 borgara á Gaza bara núna í morgun. Já, þetta er galið. Já, þetta er gjörsamlega galið. Þessi menn eru bara skrýmsl. Bara hræðilegt. Já, ég var að leika við börnum mín í morgun, þannig að ég var ekki búin að sjá þessar fréttir, en þetta er alveg hræðilegar fréttir að heyra og setjum með hluti í samhengi. Ég er heima að leika við krílin mín í öryggi og þarf ekki að hugsa um svona ytri ógnir en að þetta sé staðan. Þetta er náttúrulega bara algjörlega ótækt, sérstaklega þegar að við sjáum fram á það að mögulega sé að komast á vopnahlé og við séum að þoka hlutunum eitthvað áfram eftir að hafa þurft að horfa upp á þessar hörmungar í allt of langan tíma. Já, er ekki 15 mánuðir, er ekki rétt með ömur, það skiptir kannski ekki mestu máli, en þetta er ömurlegt. Þjóðamorð í byrni og einhvern veginn enginn að bregðast við og svo einhvern veginn lítur út eins og þetta sé að fara að komast á og þá bara, maður trúir því þegar maður sér það, það er það sem maður sagði strax þegar maður las þessar fréttir að þetta væri að myndi nást þessi, hvað kallar maður þessi vopnahlé, en einmitt það er bara já, þetta er bara ræðilegt. En ég er nú svo svartsýn hvað þetta varðar vegna þess að miðað við það að það er komið á vopnahlé, menn búin að samþykkja það beggja megin, en svo eins og þú segir Sigurjón, það vantar lista yfir þá fanga sem að eiga að fara frá Gazasvæðinu og yfir til Ísrael. En af því að það er ekki komið á einhverju ákveðinni mínútu, þá virðum við ekki vopnahlé. Og er einhver svona von til þess að venjulegt fólk svona heima á Íslandi sem er að fylgjast með þessu, hafi einhver að trúa á því að þetta verði að veruleika. Og haldi meinar við. Já, kostar bara, verður þetta einhvern tímann að veruleika. Vegna þess að það þarf ekki annað en það vantar blað með nöfnum einhverja til þess að farið er áfram inn og fólk drepið. Þá einhvern veginn svona, ég veit það ekki, mér finnst þetta svo fjarlægur draumur og ég fyrirgefi næstu setningu að ég væri bara næstu því betra að einhver færi inn og það er ekki að segja mér eins og Netanyahu, ég sá einhverja frétt að hann sagði eitthvað að hann áskili sér rétt til að gera eitthvað trilling ef að eitthvað og maður er svona byrjuð, þú getur ekki áskilið rétt til þess að drepa fólk eða þú veist, þetta er bara eitthvað hvert erum við komin og líka hvernig þjóðir heims hafa bara gjörsamlega ekki gert sitt til þess að stoppa þetta. Já, mér finnst einhvern veginn þetta mál og þetta byrjar þetta ekki í fyrra eða hitt í fyrra, það er nú komið nýtt ár. Þetta er náttúrulega áratuga saga og árþúsunda saga í raun og veru af hryllingi. Mér finnst þetta hafa varpað ljósi á hversu máttlaust alþjóðasamfélagið virðist vera. Sem eru mjög vondar fréttir fyrir okkur að við séum með stofnanir og sáttmála og alþjóðalög og alls konar strúktur sem á að girða fyrir ákveðna hluti en svo virðist vera að það skipti máli hvernig ræðir hvernig við bregðumst við og það finnst mér mikið umhugsunar efni og eitthvað sem er mjög sláandi að bara horfa upp á. En höldum okkur aðeins við herinn. Það bara spurðist út bara seint á síðasta ári að Kanin er búin að byggja 2 blokkjur Keflavíkurflugvelli og með flugvelli í svona legokössum og ætlar að gera nýja viðlögubakka í Helguvík. En þetta kom okkur bara óvart við sem ekkert að þessu.
Já, svona bak við tjöldin, eitthvað svona leynimakk og uppbygging og svo kemur þetta í fréttum sko og þá maðurinn sem að svara fyrir þetta að segja eitthvað svona já, við verðum að gera okkar til að taka þátt í þessum vörnum og eitthvað svona sko. En ég meina þjóðin einhvern tímann spurði því hvort að þetta væri bara eitthvað fyrirkomulega sem hún væri sátt í að taka þátt í og allir þessi fjármunir færi í þetta. Mér skilst þetta sé við sem borga eitthvað og það ekki síðan NATO borgar stærsta hlutan en ég meina þú veist þetta ekkert við erum herlaus þjóð og af hverju eru að taka þátt í þessari uppbyggingu. Ég man ekki eftir einhver umræða að hafa verið fram þetta nema einmitt þegar kemur fram bara hei, það hann að húsnæði og búið að byggja upp þetta og stendur til að gera miklu meira og bara eitthvað í kvöldfréttum bara já, einmitt, hver hefur valdið til þess að gera þetta og líka bara þessi svona hernar orðræða og einhvern veginn svona þegar verið að tala að þurfum að verja okkur, þurfum að taka þátt í sem við hinum þjóðunum og þú veist það einmitt tími núna til þess að vera með friðabóðskap og hvernig getum við talað fyrir friði. Ég meina maður spyr sig líka bara hvar endar þetta að við erum sífellt sko að taka þátt í svona hervæðingu og það verið að kaupa vopn og ég var að reyna að finna einhverju svona tölu bara spurði bara Google í gær vitum við þú veist hversu háum og miklum fjárhæðum hefur verið varið til stríðsreksturs og hvar endar þetta? En ég fann ekki töluna. Nei, við vorum ekki spurðu ekki látin vita. Er ekki svona óþarfi að þetta komi bara í andlita okkur svona Ég fer nú ég vil alltaf í hringi þegar þetta berst að svona herjum. Ég hef alltaf verið hlynnt í að við værum í NATO en ég átti óskaplega erfitt með að sætta mig við að það veri her á Miðnesheiði og ég ennþá þeirra skoðunar að við eigum að vera í NATO og við eigum að vinna með þeim og Norðurlandaþjóðunum. En ég myndi aldrei sætta mig við að það væri hér varanlegur her á Keflavíkurflugvelli. Og ég held að þetta sé ekki hugsað þannig. Nei. Þetta eru þeir sem að sinna loftvarnareftirlitinu, eða heitir það ekki það? Jú. Og menn eða konur, hermenn koma og fara, en þeir hafa ekki fast aðsetur á Keflavíkurflugvelli. Ég set svolítið svona mörkin þar. Já, ég held að svona ákvarðanir þetta hefðu klárlega mátt eiga sér stað á lýðræðislegum vettvangi eins og inn á Alþingi eða í utanríkismálanefnd eða víðar sko. Það auðvitað bara færi hlutinu svolítið upp á yfirborði og gefa okkur tækifæri á að ræða kosti og galla og fá kannski upplýsingar og svoleiðis og þegar það kemur að þessu málefni þá held ég að við megum ekki verða hrætt við að taka umræðu, hrætt við að fá í dagsljósi hver veruleikin Við vitum auðvitað að heimsmyndin orðin pínu steikt sko og við vitum ekki alveg hvernig hlutirnir eru að þróast og ég er sammála Ragnheiði, ég held að sé gott sérstaklega á þessum tímum að við séum hluti af NATO og tryggjum okkar öryggi þannig en ég held að það sé bara mjög skynsamlegt að taka þessa umræðu að festu og ég treysti engri mannesku betur en Þorgerði Katrínu nýjum utanríkisráðherra til að gera það og leiða það áfram núna. Ég vildi nefna þess með húsnæði af því að það var allir komið húsnæði fyrir hermennarna og skilst einhverjar ríkisblokkir eða eitthvað. Mér finnst athyglisvert sko hvenar hið opinbera eða fyrir hönd hins opinbera það megi fara í svona gríða mikla uppbyggingu og það sé bara sjálfsagt og eðlilegt að það þurfa að hýsa þetta fólk og svo þegar að aðrir leggja til að slíkt veri gert á félagslegum grunni fyrir landsmenn þjóðarinnar þá bara eitthvað nei, við viljum ekki eitthvað kommunistaríkja með einhverja blokkir sem eru bara einsleitar. Þannig mér finnst það svona athyglisvert að skoða líka húsnæðis uppbyggingu sem átti sér staðarna fyrir þá væntanlega þessa hermenn sem komu. Tvær blokkir. Já, mér finnst það bara athyglisvert sko. Tvær blokkir fyrir hermenn, engi fyrir Grindvíkinga. Tvær blokkir fyrir hermenn, engi fyrir Grindvíkinga á þessu tímabili. En varandi lýðræðislegum stundum talaðum það að það voru teknar alls konar ákvarðanir í tíð síðustu ríkisstjórnar. Bjarni Benediktsson skrifaði undir varnarsamning við Úkraínu sem var mjög erfitt að lesa úr tilkynningum íslenska stjórnvalda í hvað fólst, eða hvað var í honum. En miðað við heimasíðu Zelenski að þá var það loforð 25,5 milljarða á svona næstu 5 árum frá Íslandi. Síðan kom Zelenski á fund Norðurlandaráðs
og þá kom Bjarni með yfirlýsingu að ætlaði að tvöfalda það og það var eiginlega ómúlegt að lesa út úr þessu að ætlaði að tvöfalda það þá frá þessum 25,5 var hann að lofa 51 milljarði eða það var eiginlega ekkert sagt og ég held að til dæmis að þegar hann skrifaði undir þennan samninga þá hafi ekki verið rætt í utanríkismálanefnd eða ekkert inn á þingi þegar maður var að spurja þá var Þórdís Kolbrún aftur orðin utanríkisráðherra þegar maður spurja út í þetta að þá vísa hún í þingsályktunartillögu sem er bara opinn stuðningur við Úkraínu svona almennt að þetta væri innan þeirra ramma og mér fannst það vera bara absúrt að ráðherra getur tekið ákvarðanir svona gríðarleg fjárútlát í nafni einhverja svona almennrar yfirlýsingar þjóð sem er í varnarbaráttu að þeir getur bara spilað þetta eftir hendinni og mér kom mjög óvart að utanríkismálanefnd hafi ekki verið öflugri og bara krefjast þess að fá svör og halda þessu að það var eitthvað svona ótti við þessu umræðu eins og ef þú efast það sem að Bjarni gerir eða Þórdís Kolbrún gerir að þá sértu einhvern veginn að standa með Pútín eða eitthvað sko þannig og þetta er mjög hættulegt andrúm þegar við erum í einhverju svoleiðis að það eru bara fólk sem er við völd getur eiginlega tekið ákvarðanir inn í einhverju svona óljósu umboði eitthvað bara áttu við illa eða eitthvað. Þetta er Alþingi sem hefur fjárveitingu á þetta. Já, og það sama á við hernaðaruppbygginguna á Miðnesheiði, hún hefur ekki farið. Þess vegna fannst mér með þegar Þorgerður Katrín kemur og þegar hún tekur við lyklunum lýsir hún yfir sérstaklega ánægju með hvernig Þórdís Kolbrún hefur rekið sína utanríkisstefnu sem hefur verið mjög herska, hún hefur verið herskaust í utanríkisráðherra í Evrópu með því að til þess að kalla sendiherrann heim og svona sem enginn þegar Norðurlandaráðs utanríkisráðherrarnir voru spurðir munið getur fundur Ísafirði þá bara hristur hausinn sko fannst þetta bara absúrt ákvörðun. Þannig hún hefur gengið lengt en Þorgerður var að hæla henni og það fyrsta sem hún gerir er að fara til Úkraínu sem er svolítið svona í hennar stíl. Þannig að ég myndi vilja sjá að þessi ríkisstjórn kæmi fram með eitthvað til dæmis að þeir ætluðu að móta utanríkisstefnuna í opnari umræðu út í samfélaginu. Þú vilt vera í NATO og þetta með eitthvað svona hugmyndur það. Mér finnst alltaf að við mögum vera að hugsa það. Ég meina, það eru ríki í NATO sem hafa ólíka öryggishagsmuni. Það er allt annað að vera Eystrasaltsríki eða Ísland eða, þú veist, ég meina, Ungverjarnir hafa allt aðra öryggishagsmuni og þeir eru með fjölda Ungverja inn í Úkraínu og eru þar alveg með svona sérstaka ákvörðun. Það er oft dreigið upp hér eins og að Orbán sé eitthvað skrítinn en ég held að hann sé bara að tala í anda þess sem að Úkraínumenn meta þetta að ég meina þetta er miklu viðkvæmara fyrir þá sem eru með Ungverja inn í eiga landamæra Úkraínu og eru með Bandaríkin hafa alltaf hagsmuni samskipti Evrópu og Rússlands heldur en Evrópa sjálf og minnst alltaf að við bara ræðum þetta og áttum okkur á því að þetta er ekki svona eitthvað svona bara svart hvítt, annarkvort ertu bara Pútín eða þá ert bara eins og Pentagon. Það er bara að við getum endað í bara stórkostlega vandræðum ef við hegðum okkur eftir því. Að taka línuna frá Pentagon. Já, ég held að sko þegar að Þorgerður Katrín tók við þessu embætti þá lýsti hún því yfir, hún ætlaði að verða svona innanríkis utanríkisráðherra líka og það verður spennandi að sjá hvernig hún vinnur úr því. Ég veit til þess að hún hefur hugað því að til dæmis vera duglega að fara einmitt og tala við þjóðinu þessa hagsmuni og vera svolítið svona proaktív í því að upplýsa hvað þýðir þetta, af hverju þurfum við að taka ákveðin skref, hvers vegna þurfum við að standa með Úkraínu á þessum tímum og svona hvernig heimsmyndin er að teiknast upp. Þannig að ég hlakka bara til að sjá hvernig það þróast hjá henni. Það verður að vera í samtali, það er ekki að koma eftir á að segja að við verðum að gera þetta og ég tók þessa ákvörðun. Nei, einmitt að vera proaktív með það sko. Hún lagði til 300 milljónir í vopna? Nei, þetta var nefnilega fréttaflutningur sem var pínu sérstakur. Þetta var sem sagt peningur sem hafði verið eyrnamerktur á fjárlögum í fyrra, hún var ekki að bæta neinu við sko. Þetta er það sem að Bjarni og Þórdís. Já, hún var bara ítrekka það að vera að byggja upp vopnaframleiðslu innan Úkraínu. Já, eitthvað, ég veit ekki, þekki ekki til hvað það er nákvæmlega en sem sagt, þetta var ekki aukið fjármagn til. En sko, við getum ekki verið eyland, hvorki í þessu nýja öðru. Við þurfum að hafa samskipti við erlenda þjóðir og með einum eða öðrum hætti og hvert ætlum við að snúa okkur ef við snúum okkur ekki til dæmis eins og til Evrópu þar sem að við eigum kannski mestu samskiptin við og erum kannski einna líkust þá við hljótum að þurfa að ræða þetta líka að við getum ekki bara eins og það er fallegt
að þá getum við ekki bara sagt að við ætlum að vera eyland og við ætlum ekki að taka þátt í þessu og við ætlum ekki að vera með. En ég alveg sammála því að hvort heldur það þetta, hvort það utanríkisstefnan eða hvað sem þá tala stjórnmálamenn alltaf það að þeir vilji eiga samtal við þjóðina. Og stjórnmálamenn hafa lengi vel talað í nafni þjóðarinnar. Og ég man að þegar ég var á þingi þá lét ég þetta alltaf pirra mig vegna þess að ég var til dæmis kjörin á þing af hluta þjóðarinnar. Og þeir sem að töluðu hæst fyrir hönd þjóðarinnar, ég ekkert viss að þeir hafa verið að tala fyrir þá sem að kusu mig. Þannig að þú tekur þér líka svona, sko, það verður svona einhver málvenja. Ég að ræða hér í nafni þjóðarinnar. Þú ert í þjónustu þjóðarinnar þegar þú situr á þingi. Þú ert í þjónustu borgaranna þegar þú ert borgarfulltrúi í Reykjavík. Þú ert líka sem bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ. Ertu þjónustu aðili fyrir fólki sem að býr í bænum, sem treystir þér til þess að vinna vinnuna. Og 70% af þjóðinni vill ekki senda vopn til Úkraínu. Akkur má ekki bara aðalega þessu stefnuna því? Já, ég algjörlega sammála því. Ég alveg sammála því. Það stjórnvöld sem að stýra í takt við vilja þjóðarinnar. Já, en ég alveg sammála í því, Gunnar Smári, að við getum veitt margs konar aðstoð og við eigum að veita annars konar aðstoð heldur en að senda þjóðum vopn. Það bara mín skoðun, þó ég sé sjálfstæðismaður. En þetta líka eitt af því sem við erum ekkert að ræða og þess vegna skora ég nú á nýjan þingmann að standa með sjálfri sér og ræða við fólki í landinu, sko. Ekki tala fyrir hann þjóðar heldur, ræða við fólki í landinu og hlusta eftir því hvað það vil. Það mjög mikilvægt að vera sko í samskiptum við aðra þjóðir en það mikilvægt að skoða á hvaða forsendum það gert og við séum ekki bara ganga inn í einhverja svona hervalda stefnu sem að kannski línan dregin frá Bandaríkjunum og einhvern veginn hefur haft áhrif á Evrópuþjóðir að þetta sé bara eitthvað svona máli, þannig á hvaða forsendum erum við að taka þátt í þessu samstarfi, það til að auka útgjöld af þjóðarframleiðslu inn í eitthvað svona sameiginlegan pott sem að við kannski vitum ekki nákvæmlega alltaf hvað fjármagn fer í eða þú veist á hvaða forsendum erum við í þessum samskiptum. Það fer líka eftir stærð þjóða, Ísland, við erum ekki stærsta land í heimi þó við séum það er auðvitað mjög gott að vera hér en það aðrir hagsmunir kannski sem að mikilvægt að leggja áherslu á í þeim samskiptum og í þeirri samvinnu myndi ég líka halda að sé mikilvægt að ræða og líka þetta með hvað þjóðin vill, ég meina þjóðin var nú ekkert spurð með veru í NATO á sínum tíma. Á mínu heimili heitir allar stelpurnar eru að fara í Húsafell sem svona rök að maður geti fengið eitthvað því allir aðrir að gera það. Og mér finnst sko stjórnvöld oft tala svona allar stelpurnar séu að fara í Húsafell og þess vegna verður við bara að taka þátt í þessu og gera það eins og hinir. En við mögum alveg í huga að sko Austurríki ekki NATO, Írland ekki NATO, Malt ekki NATO og ég meina heldur að fólk sem að býr í þessu löndum upplifa eitthvað stjórnlaust öryggisleysi að þau verið ekki NATO, bara alls ekki. En ég til lenga líkur á sko núverandi ríkisstjórn vil ég segja okkur úr NATO. Nei, og ég held að það sé ekki meirihluti á þjóðinni, það hefur verið mælt sko. Þótt að ég vil ekki verið í NATO og þá ger ég mig alveg grein fyrir því að það við erum ekki búin að vinna það. Það mun koma á endanum, þá munum við átt okkur á því að verið í NATO þá drögum við að okkur sko, að okkur óglinn en höldum henni ekki frá okkur. Ég held að mér svo gott að mér langar að taka undir það sem að Ragnheiður segir hér sko í hvar ætlum við að staðsetja okkur. Evrópuþjóðirnar og þjóðir sem standa fyrir mannréttindum, lýðræði, jafnrétti og þessi grunngildi sem sameinar svolítið þessar þjóðir. Og ég held að það hafi aldrei verið jafn mikilvægt eins og nú að þétta raðirnar og standa fast saman með þessum gildum sem að við viljum standa með, opið lýðræði og svo framvegis. Þegar það kemur á þessari umræðu þá finnst mér það líka svolítið snúast bara meðferð valds. Hvernig við förum með þau völd sem okkur falið og ég mjög meðvituð mitt nýja hlutverk og sagði það mjög gjarnan í kosningabaráttuna að ég hlakkaði til að vera sterkur málsvari fyrir fólkið sem mitt kýs mig í Norðvesturkjördæmi og tek því mjög alvarlega að vera í góðu sambandi við það fólk vegna þess að ég held að sé mjög svona vandrataður vegur fyrir þingmenn stundum að
halda augum einhvern veginn á boltanum, sko. Það ég er búin að vera niður í þingi í 7 ár bak við tjöldin og maður hefur fylgst með alls konar svona, og lært mikið á ég að vera svona bak við tjöldin og stundum fannst mér einmitt bara svona stemmingin inn í húsinu ekki verið í neinum takti við stemminguna fyrir utan húsið. Og auðvitað á Alþingi að endurspegla þverskurð þjóðarinnar. Auðvitað eigum við að tryggja að þessi fjölbreyttar raddir sem að mæta og ræða þá á þessum lýðræðislega vettvangi mjög flókin úrlausnarefni. Eins og til dæmis alþjóðapólitíkina eða hvort við eigum að kaupa vopn eða ekki. Auðvitað á þetta að vera bara í dagsljósinu. Við eigum ekki að taka svona stórar ákvarðanir og aftur þetta snýst svolítið meðferð valds. Hvernig ráðherrarnir fara með sín völd og svo hvernig við þingmennirnir tökum við þessu og ég held að verði svolítið hressandi núna að þetta breytt þing. Þetta svolítið nýr veruleiki að nú erum við með 3 flokka í ríkisstjórn þar sem að 2 eru nokkuð nýir og einn svona sá elst hvað 99. Já, hann 25 ára. 9. fæddur. Framsóknarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn eru í minnihluta og miðflokkurinn með og þetta mun ábyggilega bjóða okkur upp á svolítið nýjan veruleika þegar kemur að þetta hrein skipti sko. Já, þetta rein skipti, fyrsta skipti í áratugi. Ég var ekki einu sinni fædd þá mamma mín var 1 árs þannig að ég held þetta bjóði upp á ótrúlega góð tækifæri til þess að gera upp svona ákveðna hluti líka hvernig við förum með völdin og hvernig við tökum ákvarðanir og hvernig síðan minnihlutin vinnur úr því verður síðan bara áhugavert að sjá en ég er mjög spennt fyrir því að ég finn alveg að fólki í landinu finnur fyrir svona ákveðnum breytingum sko, raunverulegum. En við erum búin að tala hérna til þess svona hugtök eins og lýðræði meðferð valds og þá langar maður við skellum okkur saman til Seyðisfjarðar. Þar meiri hluti íbúa í Seyðisfirði, alfarið á móti væntanlegu fiskeldi þar og það konið núna held yfir 10.000 undirskriftir svona þeim til stuðnings en það liggur alveg ljóst fyrir að meiri hluti íbúan á móti þessu. Samt stefnir í það að komi kvíar yst í firðinum og samt ekki búið upplýsa nákvæmlega held ég staðsetninguna. En þarna sem sagt íbúar, meirhluti íbúar í þessu fámenna byggðarlagi að berjast gegn þessar ákvörðun. En valdið það ræður. En valdið hverra þar? Það bæjar? Þetta sameining sveitafélag. Já, það Seyðisfjörður sjálfstætt sveitafélag. Nei, það í Múlaþingi. Í Múlaþingi, já. Þannig að mistu svolítið valdið upp á hérað. En ég algjörlega sammálaður. Bara í fyrsta lagi þá ég náttúrulega á móti sjókvíaeldi. Vegna þess að mér finnst það bara algjörlega galið. Fyrir þetta sí. Í alvöru. Og Ég tek undir það. Og af því að það hægt að vera með landeldi. En ég skil samt alveg þá eins og þið fyrir vestan. Þar þetta sjókvíaeldi. Ég ekkert viss að fólki þar hafi heldur verið spurt hvort það vildi sjókvíaeldi fyrir utan eða í fjörðunum. En þetta svona gangandi dæmi valdníðslu á Seyðisfirði. Þar sem að íbúarnir eru allir á móti og hafa verið frá upphafi en þá samt að þvinga þetta í gegn. Þannig að talandi að fara með vald, skipulagsvaldið og allt það sem þú hefur. Þetta er svona gangandi dæmi valdníðslu þess einhver staðar gagnvart þessum venjulega fólki sem ekki vill. Óþolandi. Og var ekki bæjarstjórnin, hún ekki sjálf búin að einhvern veginn taka afstöðu sem bæjarstjórn þarna. Þetta veit maður, þú veist hvað einstaka fulltrúar standa fyrir í þessu efni, en þetta alveg að vera, þú veist, þetta hlusta meira á hvað fólk að segja, myndi ég segja. Og svo líka ýmsar umsagnir sem hafa komið fram eins og til dæmis, ofanflóðahætta og þú veist hvernig það getur haft áhrif, náttúruvernd, alls konar þarna sem hefur verið greint og gerð úttekt á því sem þarf að taka tillit til, sem augljóslega ekki verið að gera, sko.
Ég heyrði mitt í fréttum núna. Og Rýma. Já, Rýma, já. Rýma í dag klukkan 6. Snjóflóðahætta á Neskustað og Seyðisfirði. Já, þannig það nú það. Já. En við erum með þingmann fiskeldis landslutans. Já, hann kom fljúgandi. Ragnheiður sagði að fólkið fyrir vestan hefði ekki verið spurt. Ef maður fer núna Vestfirði og spyr, þá myndi ég segja að það væri svona 97% fylgjandi fiskeldi. Já, ég meina, sko. Þú ert bara hreint í sjóin en þú ert á móti fiskeldi. Ég hefði bara ekkert komist aftur heim, sko. Nei, ég er náttúrulega alveg upp á Flateyri og Ísafirði, svona hybrid típa og það er alveg merkilegt að fylgjast með því núna svona þegar að það er búið að koma svona ákveðnum hlutum í böndum ákveðna hluti þegar það kemur að sjókvíeldinu hvað fólk er upplitsdjarft. Unga fólki er að koma aftur heim, það er atvinna, það er von og það eru tækifæri. Og fyrir 20 og eitthvað árum var tekin svo ákvörðun á Alþingi að setja línu utan Vestfirðina og Austfirðina og heimila með lögum uppbygginga á sjókvíeldi á þessum svæðum og á þeim grunni auðvitað fara fyrirtæki og margir svona bara djarfir nýsköpunar þengjandi vísindamenn fóru á stað að reyna að finna út í hvernig er þetta gert og hvernig best að koma svo laggirnar og svo framins. Þetta er tugir ára og fólk og fjár sem hefur farið í það að byggja þetta upp á grunni þessara laga. Ég man þegar að Þorgerður Katrín var síðan sjávarútvegsráðherra þarna í korter 2016-17. Nei, hún náði ekki yfir áramótin, þannig að þetta var... Jú, bara 2017. Já, bara hún var í janúar 2017. Fram í, svo var kosið í október. Já, akkurat. Þá fór hún vestur og fólk var mikið í spreng vegna þess að það átti eftir að klára leyfi og fleira og hún fór vestur og það var stór fundur í Íþróttahúsinu á Ísafirði þar sem hún varaði við því að við ættum ekki að fara út í villta vestrið þegar kæmi að því að byggja upp þessa atvinnustarfsemi og hún fekk mjög aumt fyrir. Svo þetta gerist það sem að gerist þarna í fyrra og ég heitti fyrra mjög bagalega atvik sem að höfðum bara mikil áhrif á álit Íslendinga á þessum atvinnuvegi og fyrirtækin heima gerir sér mjög vel grein fyrir sinni ábyrgð þar og ég hef átt fundið með þeim og þau eru að reyna sitt besta til þess að koma í veg fyrir að svona geti gerst aftur. En þau viðurkenna og þegar ég talaði við fólki heima þá eru mjög margir svona, já við hefðum alveg mátt flýta okkur hægar. Og það er eitthvað sem ég held að sé svolítið svona sér íslenskt hjá okkur og vegna þess að oft er bara svo mikil þrá í eitthvað haldreipi, eitthvað til þess að viðhalda byggðunum og þá kemur einhver vonaglæta. Og þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að hlusta á fólkið á svæðunum og það er alveg spurning í hvaða fjörðum þetta þarf að vera og hvar ekki og svo framvegis. Mér finnst það klárlega sjónarmið og einmitt spurning hvernig það er þá að vera með atvinnustarfsemi á einhverjum stað alveg þvert gegn vilja bæjarbúa en eins og heima á Vestfjörðum þá er fólk auðvitað bara hamingjusamt að þar séu atvinnutækifæri og afleitt störf og það er líf í fjörðunum sko. Og við sem það er náttúrulega forsaga bak við það að þetta eru byggðir sem að mistu kvótann frá sér. Það eru skildar eftir á njánum. Svo kemur eitthvað lið frá Noregi og kemur með þessi 3-4 störf þarna og svo slátur í frystihúsinu og einhver fara að keyra fiskinn suður á vegunum okkar og allt í einu kemur svona líf inn í þetta en þetta er náttúrulega í eigu sunnanverðu Vestfjörðum er þetta í eigu einhverja norskra auðkýfinga. Það er ekki all fyrirtækin þannig, það er líka mjög spennandi. Ég ferðaðist fyrir einhverjum árum og var að hlusta á fólk og var svolítið hissa á það hvað var svona afgerandi það var ekki hægt að hefja umræðuna það sko, hvort þetta væri gott eða vont. Ekki einu sinni það var ekki svona eðlilegra ef maður horfir hann út að þetta væri eiginlega bara bæjarútgerð, þetta er fjörðurinn ykkar, þetta þykja eigi þetta, er ekki eitthvað undarlegt að allar arðurinn að þessu farið til einhverja manna í Noregi, það var eiginlega ekki til viðræðu vegna þess að eins og þú ert að lýsa, þetta var vonin í þorpinu. Og ég man að öðrum staði á Vopnafirði, þá kom ég einu sinni og var að tala við fólk. Það er svona dæmi að kvóti fór. Svo kemur Grandi sem heitir núna Brím með eitthvað fiskvinnslu
Og þá sagði fólk svona, já, Grandi, eins og Grandi hefði komið með lífsbjörgina. En þú veist, málið var það, sko, að Grandi gat komið með lífsbjörgina, einhver einn kall og redda vinnu fyrir ykkur öll, var eiginlega sama ástæðan og það var tekin af þau lífsbjörgin. Þannig að mér finnst að fólk út á landi verði að fara að hugsa það, þú veist, getum við treyst á það að sé eitthvað bara einn kall eða eitthvað eitt fyrirtæki í Noregi sem hafi bara lífsbjörgin okkar, verðum við ekki að geta tekið ákvörðun innan Patreksfjarðar hvernig Patreksfjörður á að þróast. Ég stundum tekið dæmi af Húsavík. Förum bara kannski 40 ára aftur í tímann. Þá var fiskvinnslan, sláturhúsið, sýslumaðurinn, sjúkrahúsið. Það var allar ákvarðanir framtíð Húsavík og tekið. Núna þetta eitthvað fólk sem engi veit hvaða fólk þetta sko, sem á að bakka. Vitið þið það? Ég veit ekki hvað það býr, sko, einhvers staðar í Þýskalandi. Það er aldrei gott að hafa öll eggin í sömu körfunni, bara almennt. En að hafa kannski eggin innan bæjar. Já, ég held til dæmis að það sé mikil tækifæri fólkin í því með auðlindirnar bara almennt að aukin hluti af ágóðunum renni aftur til samfélagana þar sem að verðmætin verða til. Það er til eitthvað sem heitir fiskeldissjóður, þar sem að sveitarfélögin geta núna sótt og það fá hluti af skattin sem er tekin fyrir þennan sjóð og það var verið að byggja vatnsveitu í Bolungarvík fyrir til dæmis nýja sláturhúsið. Og nýja sláturhúsið, já, en sem sagt bottom line hjá mér er svolítið, þú veist, ef að við ætlum að lána hvað sem eru firðirnir okkar eða miðin okkar eða orkun okkar eða annað, að það séu tækifæri fólkin í því að við sjáum meira með berum augum hver er ágóðinn, hvers vegna skiptir það máli og hvað fáum við á móti. Og það eru auðvitað það sem að sumir firðir hafa orðið eftir, aðrir eru blómlegir og það er risa verkefni núna að halda áfram bara blómlegri byggð á í landsbyggðinni og passa upp á það að við séum með ekki með öll eggin í sömu körfum. Þess vegna er líka mjög gaman eins og Ísafjörð að fylgjast með Keresis sem eru þetta bara hugvits drifið fyrirtæki, bara nýsköpunar undur sem að nýtir þarna afur sem var bara hent fiskiróð og nú erum við að lækna fólk með því allan heim sko. Þannig að það skiptir máli að styrkja fjórðustóðina líka fyrst mér. Ég er nú til dæmis fædd og uppalinn í norðvesturkjördæmi sem að hér nú vesturland forðum. Þar var, þegar ég er að alast upp á Akranesi, þá eru fjögur stór útgerðarfyrirtæki. Það var Haraldur Böðvarsson, eða 3. Það var Haraldur Böðvarsson, það var Heimaskagi og það var Fiskiver. Höfni fulla bátum. Velsmiðja og netagerð og skipasmíðastöð. Já, og allt. Arðurinn af fiskimjónum hríslaðist bæinn og var mjög blómlegt. Já. Hefur komið þarna núna? Það er ekki bátur í höfninni. Já, ég á náttúrulega ættir að rekja það. Það er ekki bátur í höfninni. Ég fer mjög oft þarna upp eftir. En þetta er svona líka dæmigert sko, hvernig hlutirnir hverfa og hvernig valdið færist á eina hönd. Fyrst fór Heimaskagi, svo fór Fiskiver. Haraldur Böðvarsson var fyrirtæki HB&K, var lengi vel við líði. Af því að mér datt þetta í hug þegar hún nefndi Granda sko, svo var þetta HB Grandi og það var alltaf, loforðin voru þau að það yrði Guggan er alltaf gull. Guggan er alltaf gull. Já, og það yrði gert út frá Akranesi og fiskurinn yrði unnin í frystuhúsunum þar eða frystuhúsinu þar. En svo er ekki staði við það og þá færist þetta í burtu og ég man að þegar HB Grandi fór af Akranesi, þá var starfsfólkinu sem var í frystuhúsinu uppi staðan voru konur og þetta voru láglaunastörf en þeim var boðið að sko keyra til Reykjavíkur og vinna þar bara halló Akureyri sko. Og það er alltaf eitthvað í lallar. Já, ég meina þú ert ekki að taka strætó eða keyra frá Akranesi inn til Reykjavíkur til þess að vinna í fiski. Það borgar sig ekki. Fjárhagslega bara er það dauðadæmt. En mér finnst þessi hugsun, mér finnst hana vanta hjá svo mörgum sem eru forstjórar og forstýrur eða hvað við viljum kalla þetta í fyrirtækjum að það er ekki
endilega verið að hugsa fólki sem að býra á staðnum, hvernig það hagnast Við sjáum út allt land, sko. Já, og mér finnst þetta svo eigingjarnt og maður verður bara svona sár. Það vaknaði þetta spurningar sko byggðastefnu, atvinnustefnu og auðvitað að skoða dálítið söguna og af hverju í rauninni þetta talinn fýsilegur og góður kostur. Ég held að það sé alveg eðlilegt að ræða það í þessu samhengi, fiskeldið, þú veist að það þarna ákvarðanir sem hafa verið teknar sem hefur auðvitað áhrif á bæinn, áhrif á svæðið og það þarf auðvitað að vera meðvitaður það og einmitt sko samþjöppun valds og samþjöppun auðs og ég meina þetta líka spurningar eins og varðandi vindmyllur í sveitarfélögum og hver á þetta, hver að hagnast á þessu, mun fjármagnið fara til íbúana á svæðinu ef að þetta verður að veruleika og alls konar svona. Algjörlega. Mér sem ég líka skoða sögum að sko Patreksfjörður var byggður upp á samvinnuútgerð. Þorlákshöfn var ekki til nema sko kaupfélagið á Selfossi ákvað að fara út í útgerð og byggðu upp Þorlákshöfn. Neskaupstað var ekki til nema að fólki sjálft hefði byggt þar upp sjávarútveg og þannig þetta meira og minna sagan við lifum í svo skakkri sögu að við trúum Matthíasi Jóhannesinni að hafi verið athafnaskáld sem að byggðu upp sjávarútveg í Íslandi, það er bara algjörlega rangt. Einkageirinn var kannski svona 15-20% af þessu eftir stríð, það var fyrst og fremst samvinnuútgerðir og bæjarútgerðir sem að byggðu upp sjávarútveg og gerðu Íslendinga sko björguðum frá því að vera fátækasta þjóð í Evrópu. En það var ekki svoleiðis á Skaganum. Nei, það var líka... En það sem kom á Haraldur Böðvarsson, hann kom frá Sandgerði, sko. Já. Hann tæmdi Sandgerði og flutti upp á Skaga. Og svo var það flutt í Reykjavíkur og svo... Svo endar það kannski Sandgerði aftur. Það sem að lýsa áðan í Vopnafirði, þá kom með einhverja vinnslu þar og þá sagði fólki alveg bara eftir að hafa sendt frá sér, sko, þar sem að þeir höfðu, það var bæjar stjórnin sem ákvaði að selja kvóta frá Vopnafirði. Það var bæjarstjórnin sem ákvaði að selja kvóta frá Húsavík. Og Rauðarhöfn. Já, þannig að... Ég held samt að sagan sko geymir líka, ég held að hvert einasta sko fiskiþorp og fiski svona stærri bæir eigi svona sögur af einstaklingum sem fóru á hnefunum og hugmyndin og hugsjónin var alltaf að viðhalda atvinnu í bænum, passa upp á íþróttafélögin og passa upp á hitt og þetta og þetta var svona þessi samfélagshugsun líka eftir kvótan sko, allavega framan af. Jú, það eru til... Í Höfn í Hornafirði, þar skynni Þinganes byggði íþróttahúsi. Já, ég meina það er rosa mikið svona oft hugsun þetta, meðan þetta var svona meira í nærsamfélaginu. Svo þetta með samþjöppun, þá breytist það og ég meina mér dettur í hug núna búvörulögin sem voru þarna keyrði í gegnum þingi í fyrra og ég meina samkeppnislögum bara kippt úr sambandi og einhvern veginn svo formaður svæðin sko, maður fór, þú veist, hvað sem maður var á Blönduósi eða í Vestur Húnavatnssýslu og fleiri, þar sem að koma síðan þessar fréttir að það eigi að loka sláturhúsunum og KS ætli bara að taka þetta til sín og svo framvegis og þegar maður spurði, já, en við hverju byggust þið, sko, þú veist, ef það er hagræðing og ef það er samþjöppun, þá er þetta það sem að gerist, sko. Þá þýðir þetta, ég meina, 25 stöðugildi á Blönduósi. Það er ekki blóðtaka. Þannig að við þurfum líka með talandi að vera með byggðastefnu, atvinnustefnu, hvernig ætlum við að vera með svona hugmyndir það hvernig við viðhöldum þessum dýrmætu samfélögum sem við eigum vegna þess að ég meina Hornstrandir voru einu sinni í byggð. Afi konunum minnar bara ólst upp í Aðalvík þangað til hann var 16 ára. Þar tóku konurnar sig saman og ákvaðu, hingað ekki lengra, börnin okkar þurfa tækifæri og menntun og eitthvað svona fjölbreyttara atvinnulíf en það sem í boði hér og ljósin voru hreinlega bara slökkt. Þetta getur alveg gerst á miklu fleiri stöðum. Það eru alls konar byggði núna á mjög brothættum stað og þess vegna segi við þurfum að hafa fleiri stóðir undir en líka svolítið að hlusta hvað fólki er að biðja sko. Líka félagslega eign því að þótt að KS sé svona illa í Skagafirði að þá mun kvótin aldrei fara frá Sauðárkróki. Það mun aldrei fara frá Fáskrúðsfirði. En það er samt þessi samfélagshugsun í KS líka sko. Þú veist, ef þú ferð inn í Skagafjörðinn það upplifa að KS stendur með okkur sko. Kvóti verður ekki seldu frá Sauðárkróki, aldrei. En finnst ykkur ekki líka vanta inn í bara samfélagslega ábyrgð þeirra sem að reka fyrirtæki og líka pólitíkusa, þú veist þú þarft að sýna eitthvað gagnvart þínu sveitarfélagið af því að ég nefndi Harald
Böðvarsson sem að fluttu eins og þú sagði Sigurjón frá Sandgerði. Ég meina Haraldur Böðvarsson byggði að stórum hluta sjúkrahúsið. Hann byggði bíóhöllina á Akranesinu og gaf sveitarfélaginu. Hann var styrktaraðili, eða HB var stór styrktaraðili Íþróttabandalags Akranes og mér finnst hann hafa verið svona og sú fjölskylda verið svona vinnuveitendur og þáttakendur í bæjarfélaginu sem að sýndu samfélagslega ábyrgð. Við sem að bjuggum þarna, við nutum góðs af því hvernig þeir störfuðu. Ég held að þetta sýnir bara fram að hvað mikilvægt að þetta sé í samfélagslegri uppbyggingu því við getum ekki verið að treysta á að einhverjir sem að eru að reka þetta sé bara með það gott hjarta og mun einhvern veginn alltaf fylgja því þegar að þau eru kannski komin einmitt í rekstur sem snýra að því að hámarka arðinn. Þannig ég held að einmitt spurningin sé hvernig getum við byggt upp á félagslegum forsendum í staðin fyrir að setja kröfur á stórfyrirtækin að þau þurfa að hafa sér betur því við getum bara ekki treysta á það alltaf. Nei, en það er líka hefur bara með fullri virðingu fyrir slíku, þá hefur það nú sýnt sig að alla bæjarútgerðir á landinu fóru á hausina þegar voru illa reknar. Það voru seldar, ég menna eins og bæjarútgerð Hafnarfjarðar, þeir seldu 3 togara. Þetta var á tímum verðtryggingarinnar. Það voru allur rekstur í landinu var í vandræðum og það var uppbyggingin á Samherja má rekja þangað, miklu frekar heldur Guðstein og líka Hval HF. Ég meina hvað heldur að Hafnfirðingar væru fjárhagslega sterkir ef þeir hefðu staðið með bæjarútgerð sinni og ættu kvótann í dag. Það væri bara ríkasta sveitarfélag á landinu. En má ég aðeins að því að minnst það svo skemmtilegt þetta með Harald Böðvarsson og bíóið og allt það. Nei, því að þetta er þannig, vegna þess að fyrir kvótann að þá voru Einar ríki og Alli ríki og allir þessi kallar að þeir voru háðir sínu byggðarlagi af því að það var sótt þangað og ég menna þannig að þeir þurftu svona maður gæti kallað þetta, þeir voru höfðingjar meðal manna eins og sagtir og þá þurftu þeir að vera með sínu, þeir voru háðir sínu byggðarlagi. Eftir kvótan að þá er eiginlega kvótin, aðal eignin er tekin upp úr byggðarlagin, hún er ekkert háð byggðarlaginu lengur og það er bara tímaspursmál hvenær það gerist að þeir svíkja sitt byggðarlag og þeir hafa gert það eru einstaka, þú nefndir Höfn í Hornafirði og það má sjá það svolítið á Snæfellsnesinu en við vitum alveg í næstu kynslóð eitthvað slúðis að þá verður eiginlega búið að og þetta er eiginlega svona eins og það er búið að fjármála væða þetta breytist úr því að vera svona Main Street business þar sem að háður samfélaginu sem þú lifir í yfir í að vera eitthvað þar sem þú getur bara tekið ákvörðun allir, heyrðu, ég nenni ekki að standa í þessari útgerð, ég ætla bara að selja þetta og ég ætla að kaupa 3 blokkir í Berlín eins og er raunverulegt dæmi og allt í einu bara búm fer allt í einu bara fara fæturnar undan einhverju byggðarlagi og þetta er kerfi og þetta er kerfi sem að bara getur ekki gengið að það sé einhver einn og jafnvel sem að býr ekki á svæðinu, tekur einhver ákvörðun einhver sem býr í Þýskalandi eða Guð má vita hvað hann hangir einhverju vinsang allan daginn á Flórída sem að tekur allir ákvörðun hvort þeir vera byggð í Grindavík eða Þorlákshöfn eða Húsavík eða þetta gengur ekki. Maður þú þekkir þetta alveg vel á Flateyri, þar var þetta svona. Já, 2007 þá er kvótinn seldur til Bolungarvíkur að mestu leyti. Já, einn maður sem seldi. Já, þeir voru fleiri þarna en einn sem er þarna svona aðaleigandi og frændi minn Einar Oddur Kristjánsson var þá með þessa samfélagshugsun gat ekki séð þetta fara þannig að hann fær þá hugmynd að reyna einhvern veginn að bjarga því sem bjarga verður á samt fjölskyldunni minni svolítið, bróði mömmu og fleiri komu inn í þetta og þetta er í maí minni með 2007 svo fellur Einar Oddur frá júli 13. júli 14. var það ekki 14. júli 2007 og þá stóð fjölskyldan frammi fyrir stóru spurningunni hvað eigum við að gera við þetta og þarna var fristuhús og störf og einmitt þessi hugsjón að vera með fólk í vinnu engin kvóti og ég fylgdist með fjölskyldunni minni reyna að reka fiskvinnslu á Flateyri kvótalausa til 2011 og það auðvitað á endanum bara gengis eftir hrunið og fleira þá var þetta mjög erfitt að kaupa á markaði og svo framvegis og á endanum gekk það ekki upp en ég horfði svolítið upp á það hvernig fólk var á hnefanum hvernig einasta dag að reyna að finna fisk til að hafa í frystihúsinu til þess að fólki geti mætti vinnu til þess að viðhalda lífi
og vera með börn á leikskólanum og í skólanum og svo framvegis. Það er svona þessi hugsun og ég held að með þessa tilhörun það er ekki hægt að reka kvótalaust frystuhús, það er mjög erfitt. Hvernig þetta líka geta gengið í samkeppni ef þú þarft að kaupa fiskinn á markaði en ég fæ hann ókeypis? Það er ekki hægt og svo horfði maður stundum, ég man eftir þessum tíma, maður horfði svona út á miðin og maður vissi það er nóg til þarna sko, en það var einhvern veginn ekki. Svo það líka sko. Já, Jöful mið bara, ég vil inn í firðinu. Bestu miðin eru þarna fyrir utan Vestfjarða kjálkan, en það sjáum við bara hvar skipin fara til þess að ná í besta fiskinn. Ég er að prófa ég veit þetta. Þú veist þetta, en þetta var tilraun og mikil reynsla fyrir mitt fólk að fara í gegnum þetta og erfitt að þurfa að taka það ákvörðun. Og það líka kom móana, náttúrulega með íbúana, en misskiptingi var svo augljós. Svo þetta bara einhverjir búin að koma og reyna og fara, en það hefur ekki verið sko, það er einhver svona smávinnsla núna og á byggðakvótagrunni sko, en ekkert eins og var. Nei. Og en samt hefur Flateyri breyst mikið á síðustu árum. Já, ég meina núna erum við með lýðskólann og við erum með og við erum að byggja íbúðarhúsnæði. Já, það var verið að byggja nemendagarða, nýbygging á Flateyri. Nemendagarða fyrir lýðskólann sko. Já, ég veit það. Sem þá hótel á sumrin sem er mjög fínt og mikið menningalíf á Flateyri og talandum líka menningu, það er líka svo mörg tækifæri fólkin í því að ég fór á mannamót landshlutana núna í vikunni í Kórnum í Kópavogi þar sem voru ferðaþjónustu fyrirtækin öll samankomin og menningatengdu fyrirtækin sem voru með svona bása að kynna sína starfsemi og það var ótrúlegt að fara inn í Kórinn og sjá bara Vesturland, Vestfirði, Norðurland vestra, Suðurland og svo framvegis. Þetta var fullur salur af fólki sem er með hugmyndir og hugsjónir eitthvað annað en þetta sem við erum kannski vön að leita til þegar við horfum til atvinnustarfsemi út á landi. En ég held þetta svona fór að hugsa það þegar við vorum að tala saman hér. Kannski höfum við pínu tapað svona hugmyndin samfélagslega ábyrgð og ég held að við höfum gert það bara svolítið í mannheimum, ekki bara á Íslandi heldur bara svona þvert yfir að við sjáum bara umræðina núna aukna polariseringu, samfélagsmiðla, þennan svarthvíta heim. Ég held að heimsfaraldurinn hafi svona afmennskað okkur svolítið, gert það verkum að við festumst svolítið í snjalltækjanum og erum svolítið með heila kynslóð sem einhvern veginn var í svona 8., 9. og 10. bekk og svo í menntaskóla svolítið einangruð og innilokuð og við eigum svolítið ekki ólíkarkisman sem að Biden var að vara okkur við? Já, ég meina ég held að þið fara alltaf í svona skilgreiningasúpur sko. Ég minna í þeim Biden er að vitna í forseta Bandaríkjanna sem er forsetið þangað á morgun. Ég er bara svo fluid manneskja sko. Ég minna í svona hugtakanotkun. En að því við erum að tala um samfélagsábyrgð og fyrir samtalinu þá vorum við að tala um gildi sko Norðurlanda og vestrænna ríkja en það er athyglisvert að sjá bara hvar hafa þau gildi verið sko gagnvart Palestínu, ekki að mínu mati, þá finnst mér þess að þjóðir hefur nú gert meira í því að standa með Palestínu. Hvar hafi þessi gildi verið eins og hjá, Danmörku, gagnvart Grænlandi, að ég bara var það komið að því við erum að tala sko samfélagslega ábyrgð og einhvern veginn svona ákveðin gildi sem við viljum kenna okkur við, bæði hér á landi og svona löndum sem við berum okkur saman við, en það svona fer eftir málefni í rauninni hversu sterk þau gildi eru og hversu sýnileg þau eru. Þess vegna held ég að sé líka svo mikilvægt að vera meðvitaður söguna, að því hún á það til að endurtaka sig og við erum svolítið oft einhvern veginn í sömu lúpunni að gera sömu mistökin aftur og aftur og aftur. Þessum er að rifja upp að það var fyrir félagslegt afl sem að sko flest af byggðarlögunum í kringu landi voru byggð upp. Það voru kauffélögin og það var bæjarútgerðina sem að byggðu upp atvinnulíf hringinn í kringu landi. Og það er bara, það er búið að náttúrulega sigurverin stjórna sögunni og þetta var meira og minna einkavætt og núna erum við með einkavætt fiskimið og svona og það er verið að halda okkur einhverju sögu þeirra en þetta er bara ekki sagan sem við lifum sko. Nei. Ég er ekkert sérlega gamall en svona farin að eldast en ég man alveg sko tíma þess að þetta var meira og minna í félagslegum rekstri og það er bara allránt sem að mokkinn heldur fram að þetta hefur allt verið einhvern botnlaust tap í bæjarútgerðunum og samvinnuútgerðum, það er bara ránt. Herri, má ég Sanna, gera því að aðaleikara nú nokkra vindur. Ef við tölum græna skrimslið í Breiðholti. Þetta er verið að tala virkilega að taka það niður. Ég heyrði eitthvað segja það. Íbúar, það var íbúafundur sem að kemst að þessari niðurstöðu að það þurfa að fjarlæga þetta.
Og ég meina, ef maður sér náttúrulega þessar myndir þarna, hvernig þetta blasir við gagnvart íbúðum, þeir sjá bara þarna einhvern grænan vegg og þú veist, þú sérð ekkert annað og það hefur komið fram með mitt eins og umhverfissálfræðingurinn Páll Jakob Lyngdal hefur verið að tala bara hvað þetta skerðir í rauninni lífsgæði einhvern veginn að búa við svona skilyrði og þetta, þú veist, kemur fram þessu umræða bara byrju hvað með hagsmuni fyrirtækisins sem taldi sig nú vera að taka þátt í uppbyggingu á réttum forsendum, fékk nú samþykki og leyfi en þá einmitt kemur þessi spurningu samfélagslega ábyrgð, þú veist, viltu raunverulega bara standi í því að vera fyrirtæki sem kemur með eitthvað rísa, sko, þetta rosalegt og ég meina, ég held að lykilspurningi sé alltaf bara að þú veist, íbúar eiga rétt á að búa í heilnæmi umhverfi, það allan sem ég geng út frá í starfi mínu sem borgarfulltrúi að mér er þetta mikilvægt leiðarljós að bara réttir íbúa til þess að geta komið heim til sín og inn á heimili sitt sem er þeirra griðastæður en það sem ég veist athyglisvert í öllu þessu máli það er einhvern veginn enginn sem að þú veist, tekur ábyrgð, kannast við að eiga ábyrgðina og það er allir svona í borgarkerfinu þetta er aldrei bara svona, wow, þetta gerðist, þetta er náttúrulega svakalegt, við ætlum bara eitthvað að skoða þetta og kanna og bara koma til bossi í þessu máli. Það eru þetta þannig að þú veist, það er lagt fyrir fundi til samþyktar, alls konar tillögur og breytingar á því að mitt að sameina svo lóðir, en svo er athyglisvert í þessu ferli að það eru mitt íbúar sem að koma með fyrirspurn þarna í miði ferli og er að segja bara við höfum áhyggjur að þetta verði risastórt og muni hafa áhrif á útsýni og þetta getur orðið 5 hæðir og þá er svar borgarinnar, sem sagt opinber svar borgarinnar að þessi nánast hægt að fullyrða að slíkt muni ekki eiga sér stað og þetta verði ekki hærra en 1,5 hæð, eitthvað svoleiðis. Þannig að það er ótrúlegt einhvern veginn sko íbúar sjá þetta greina strax, er að benda á en einhvern svör borgarinnar bara eitthvað nei, það er ekkert að ágera þessu og svo þetta fáum við þessi gögn til okkar borgarfulltrúar sem erum þá að lesa málin áður en þetta fyrir til samþyktar og maður tekur oft mið af sko svörum sem koma fram í umsagnarferli, þú veist að því það er oft bara margablaðsvör, kannski athugasemdir íbúa, svör borgarinnar og þá einhvern veginn nota maður það til hliðsjónar til þess að geta metið bara eitthvað svona þú veist það Þegar því samtítu þá var einhver kynnti þetta verið 1,5 hæð? Nei. Sagði þess að þú veist það væri nánast hægt að fullyrða að þetta yrði ekki 5 hæðir, að þetta yrði mestalega eitthvað svona 1,5, eitthvað svo leys. En það er líka svo merkilegt, sko, það er skýrt og skorunátt að sveitarfélög hafa skipulagsvaldi og bara ef að maður hugsar að þarna er íbúðahverfi og þú ætlar að breyta deiluskipulaginu og setja niður svona vöruhús sem áður átt að vera verslun og þjónusta. Og þarna kemur kannski líka eitt af því sem ætti að vera skylda þeirra sem að hafa skipulagsvaldi. Það er ekki hægt að birta breytingar á deiluskipulagi lögbirtingi sem enginn les. Þú veist, þá að vera skylda, hætti að vera skylda, þetta færi einhvers staðar á samfélagsmiðla eða guðmávita hvar við getum, þannig að borgararnir gætu komið að og skoðað, fyrir utan það að sveitarfélög, sko, þau og þeir sem að vinna hjá borginni og þeir sem sitja í borgarstjórn eða bæjarstjórnum, þeir eru að vinna fyrir hagsmuni þeirra sem að búa og byggja borginna eða byggja bæjarfélögin. Og þetta er svona gangandi dæmi það að ég ætla bara ekkert að velta fyrir mér því sem er í næsta nágrenni. Mér eiginlega bara kemur það ekki við, ég þarf að koma þessu húsi fyrir. Auðvitað ekkert að gera við þetta, annað en að rífa þetta. Og það líka einmitt eins og, þú veist, augljóst þarna fjármagnir ræðiföru, þetta er þarna stórfyrirtækja bak við þetta og það er fara að hafa mikil áhrif bara á skipulagið í borginu og skipulagið víðar og svona uppbyggingu og bara til að svona veita smá innsýn sko í hvernig þetta er fyrir borgarfulltrúa, sérstaklega borgarfulltrúa í minnihluta, það fá oft gríðalegt magn af upplýsingum sem að við þurfum að setja okkur inn í á mjög skömmum tíma og ef við sko dyrfumst til þess að deila einhverjum skjölum með einhverjum til þess að leitast að fá hjálp og þá bara svipan komin á okkur bara að deila trúnaðargögnum sko, þannig það er líka oft sko verið að einhvern veginn ætlast til þess að maður sé búin að setja sig inn í mál á bara, þú veist, fer aðgang á gögnunum og oft bara að vera að lesa þetta og vera tilbúin
tilbúið með afstöðu þó að þú hafur ekki getað ráðfært í rauninni vinnit efni tillögunar eða efni breytingana. Þannig það líka eitt svona tæki sem að ég myndi segja að hafa verið notað svona til að svona hindra aðgang og það alltaf verið að segja bara já, við getum ekki veitt ykkur þessar upplýsingar fyrir að því þannig bara skipulagið og þannig hefur þetta alltaf verið og það hefð fyrir þessu bla bla bla. En ég meina hvernig á maður að geta sko í alvörunni bara sett sig inn í máli, tekið meðvita ákvörðun ef maður fer ekki tíma til þess og mér finnst það bara mjög góð punktur og auðvitað þurfa skipulagsgögn og bara allar upplýsingar varða bara byggða umhverfi og nærumhverfi að vera á staðnum þar sem fólkið og þó eitthvað hafi verið gert einu sinni þá þurfum við alltaf að vera að uppfæra það og einmitt þetta sé aðgengilegt þar sem einhver en ekki bara einhverju sem eru mjög vel að sér í skipulagsmálum séu bara já best að tékka á lögbirtingarblaðinu stjórnartíðindum eða eitthvað svoleiðis. En svo alveg eins og núna annað svona skipulagslýs í uppsiglingu í Reykjavíkurborg. Það af því að knattspyrnufélagið Valur vill fá að breyta æfingasvæðinu og byggja 250 íbúðir þar og þá hugsa maður líka hvað þetta vanhugsað. Þetta stórt og mikið og voldugt félag. Það með alla þessa blokk, allt hlíðarhverfi eins og leggur sig, þaðan sem fullorðna fólki að fara og færa sig yfir í íbúðurnar á Smýrilhlíð eða hvað þessar hlíðar heita hinum megin. Og þú ætlar að fara að minnka svæði sem þú hefur til þess að laða að þér börn og unglinga til þess að stunda íþróttir af því að þið vantar meira fé til þess að eitthvað. Já, rekafélagið. Já, þá hugsa maður bara, býtu halló, bara hvað eru þið að hugsa? Engin framtíðarsýn í því að þið viljið vera félagið á þessu mjög öflugt félag með allt sitt og okkur viljið þið skerða aðgengi að heildarsýnin skortir oft mjög. Þú getur ekki eignast útsýni. Ég held að það falli dómur það er eitthvað sem að fór í mál hafa byggt fyrir heima hjá honum og þá var niðurstaðan útsýni ekki til sölu, það getur átt ekkert útsýni. En rétturinn til þess að einmitt hafa birtu, ég held að það hafi verið þunglindur páfagaukur í Álfabakka sem var bara eitthvað, með minnir að hafa verið einhver þar og hann bara eitthvað hættur að syngja þetta eða bara eitthvað rosa dimmt held ég núna að ef þú ert að skerða bara, ef þú færðu ekkert almennlegt sóluljós yfir daginn og það nú nógu krefjandi að búa þetta yfir vetramánuðina, hvað þá þarf með einhver dökkgrænan kassa fyrir fram að bara alltaf. Ég ætlaði nú að segja það er nú ekki eins og að sé mikið frambúð af sólarljósi fyrir en ég held að við svona Íslendingar af því nú í nýkominu kosningabaráttu þar sem maður talar við svo mikið af fólki sem maður talar svona hvernig okkur tamt að búta saum okkur einhvern veginn í gegnum hvað sem eru innviðir mjög ríkt til dæmis í mínu kjördæmi talað samgöngu innviðina þú veist það var 7 kílómetra kapli eftir á Dynjandisheiðinni og vinnutækin bara tekin í burtu, það átti eftir að klára 7 kílómetra og þú veist, og svo keyrir maður þarna núna, þetta bara maður flýgur yfir Dynjandisheiðina þetta alveg upplifun fyrir okkur sem erum vön að vera í hopp og hí bara í hryllilegum vegi, að fara bara í malbyggaður vegur, svo bara búm 7 kílómetrar af malarvegi þetta mér finnst það svona mikið tákmynd fyrir hvernig við Íslendingar hugsum innviða uppbyggingu, skipulag, framkvæmdir og fleira að það eins og við höfum ekki athyglisspönn til að hugsa 20 ár fram í tíma. Það reddast. Og við erum svo mikið bara einhvern veginn og ég held að þetta sé bara eitthvað svona þú veist, Sigur Ingi talaði DNA-ið hjá okkur varðandi það hvað við erum góði að þola vextina og kannski líður okkur best illa, ég veit það ekki en við Íslendingar við erum svo léleg að taka bara 20 ára planið svona eins og kannski þjóðverjar og fleiri eru góðir í Excel-skjölin okkar eru held að vika kannski og ég alveg segum þetta sjálf, ég ætla stundum að búa til brjála skipulag fyrir sjálfa mig, kaupi mér svona dagbók í janúar, ætla að vera alveg bara onnett í hreyfingu og mataræðu öllu ég held út í viku þannig að ég held að við erum sprettþjóð og ég held að sé vegna þess að veðrið eins og það og við erum með lítið af sólarljósi og verðum brjáli þegar einhver hatar tenni og eitthvað svona þannig að þú veist, við þurfum að ná að temja okkur langtíma sín og það það sem til dæmis Viðreisn hefur reynt með sínum málflutningi að leggja á dagskrá mál sem kannski taki ekki bara eitt kjörtímabil og það líka vandi stjórnmálana að fólk svo tamt líka að hugsa bara í þessum 4 árum hverju nægi fram á 4 árum jú, þú getur skrifað skýrslur þú getur
búið til starfshópa, þú getur tekið skóflustungur. En það rosalega Korteri fyrir kosningar? Já, eða 5 mínútur fyrir kosningar. Já, eins og Sigur Ingi Möllus á brúnum Já, ég meina, einmitt. En minnst þetta greiðilegt ábyrgðarleysi, sko. Falsaða opnum. Já, leiktöldin í Mosfellsbæ. En mér finnst líka svona ábyrgðarhluti líka fyrir stjórnmálamannin að hugsa, sko, þetta snýst ekki mig eða hvað ég get sagt við kjósendur eftir 4 ár, heldur einmitt, hvernig ætla ég að líta tilbaka eftir 20-30 ár og hugsa, vá, við tókum skóflustungu hér og þetta var það veruleika og ég held að svona almennt svona að ég tengi alveg við það sem þú segir með að hafa lítinn tíma til að kynna sér mál. Þú veist, þetta oft svo mikill asi, það svo mikill þeytivinda í samfélaginu okkar og ég held að sé komið tími til svona aðeins að endurmeta gildismatið og hugsa það hvernig við förum með þessi völd. En ég held að þetta sé líka sko ábyrgðarleysi eins og ég bara samanburð við England var nokkur ár lítil í skóla þar og þá þú veist átti bekkurinn að vera mættir í röð fyrir framan stóra klukku í aðalsalnum klukkan eitthvað og þá þú veist þetta voru bara ungbörn sem voru mætt bara í röð og þú veist í minningunum var ég hlaupandi með mömmum og við erum að verða úr seinar og Íslandi þetta alltaf sko þú veist ég tek þetta svo oft sem dæmi að ég get ekki munað eftir því að hafa setið fund hjá borginni frá árinu 2018 sem ég einhvern tímann byrjað á réttum tíma. Þú veist auðvitað alls konar aðstæður sem kom upp á og þú veist auðvitað myndi ég vilja búa í samfélagi þar sem við værum ekki svona alltaf að miða allt út frá tímanum sem náttúrulega bara svona þú veist já, þetta var rauk fyrir þetta sé svona kapitalistisk uppfinning, en við erum í þannig samfélagi ef það er mikið að gera, við þurfum að bera virðingu fyrir tíma annara og þú getur ekki að halda á litlu hvernig ætlar að fara með eitthvað stórt, þannig að þú veist þetta er ótrúlegt bara bíðum hérna í 5 mínútur, bíðum í nokkrum mínútur, af hverju að bíða, ég var alveg til að sofa lengur á mótnana ef ég má mæta korteri en ekki 9. Mér finnst þetta líka að spila inn í bara þetta ábyrgðarleysi sko. Þannig að það er samhengi á milli þessa græna kassa og fiskeldisins í Seyðisfirði þar sem að munum líklega verða fiskeldi þrátt fyrir íbúana og mistöki sem voru gerði í uppbyggingu fiskeldis á Vestfjörðum og mörgu sem eru tilflutningin á kvótanum og svona. Við lifum í samfélagi sem trúir því að sá sem að vill starta fiskeldi í Seyðisfirði að hann ræður, að við trúum því að framtíðin komi frá svona mönnum, þeir sem að byggja græna kassan að framtíðin komi þar, hún liggi ekki hjá samfélaginu sem taki ákvörðun það hvernig framtíð við viljum hafa og við erum bara, þetta er svo trú sem að ríkjandi hérna, við treystum á peningana og við treystum á peninga sem farið með þannig að það er arðsemi í fyrirtækina sem að ræður hvort eru góð eða ekki, sem eiginlega bara mælikvarða á það hvað hægt að flytja mikið af peningum út úr starfseminni til eigandana. En þú gleymir alveg núna Ég það eins að segja og ef við trúum, það er stundum sagt að það sem þú treystir á að það er þinn Guð og því miður að þá er það við treystum á því að framtíðin komi með einhverju góðsögum kerasík og eitthvað svona dótri sem náttúrulega var startað með nýsköpunarsjóð en nýsköpunarsjóðu seldi akkurat þegar einhver var til í að kaupa það var ljóst að þetta var komið annars hefði nýsköpunarsjóðu líklega geta landa svona 35 milljörðum núna fyrir síðasta ári en gerði það ekki heldur fór það í hendurnar á viðskiptafélögum Björgólfs Thors og eitthvað á fleiri en við trúum þessu að bara þeir sem eru að koma og eru til í að fara með fiskeldi í fjörðin við húsnæðiskerfið okkar þannig að það er rekið áfram bara ef eitthvað getur grætt á þessu þá byggjum við upp við byggjum bara fyrir hermenn blokkir en ekkert annað og þannig og þetta við erum bara í vandamálum allstaðar út í samfélaginu út af þessu að því að raunverulega þá er skriðafl samfélagsins það er bara ríkjandi trú að það liggi hjá þessum mönnum sem eru í stöðu þess að segja ég á bara að reka fyrirtækið mitt til þess að græða eins mikið og ég get og ég á ekki að taka tilliti til samfélagsins og svona og svo kemur fólk til og stendur fyrir utan og segir hvernig verður það við getum ekki haft aðeins mildara hjarta og maðurinn segir bara ég bara vinn ekki við það ég vinn bara við að græða eins mikið og ég get fyrir þetta fyrirtæki þannig að þú veist við getum ekki ætlast til þess að út úr einhverju svona sem oft á tíðum birtist okkur sem skrýmsl í samfélaginu að þar komi eitthvað mildi og samfélagslega ábyrgð því miður. En þú sko þú leiðilegt fyrir að þið eru tvær hægri konur hérna sem þú gleymir alveg einu í þessu sko að það er þegar þú segir við trúum á þetta og við trúum á hitt að sko til dæmis bara kjörnir fulltrúar hvort heldur í sveitarstjórnum eða á þingi þeir bera ábyrgð þingmennirnir setja lög sem að við borgararnir eigum að fara eftir
Sveitastjórnarmennirnir, þeir setja reglugerðir og annað slíkt það hvernig þeir vilja og bera ábyrgð á því hvernig skipulaginu háttað í sínu sveitafélagi. Þannig að það má ekki slíta úr samhengi að mínu mati ábyrgð okkar sem að höfum setið í bæði á þingi og í sveitastjórnum. Embættismannakerfið í skipulagsvaldið hjá sveitafélögum. Allt þetta líka hefur áhrif á það hvernig nærsamfélagi lítur út. Líka afregluvæðingin og það að fiskeldi fá að byggjast upp á þess að hafa neitt ramma. Já, en ég meina það er algjörlega sammálaðir, en þá kemur að ramminn, hann þarf að koma með sem lög frá Alþingi, þannig að það er samspil manns og náttúru og manns og nærumhverfis og við þurfum einhvern veginn að vera sammála að við berum þessa ábyrgð á landin okkar, á bænum okkar, á borgin okkar og hvernig ætlum við að vinna saman í því að þetta sé til hagsbóta fyrir fólki sem hérna. Ekki einstaklingar sem að geta grætt og þá þarf þetta að vinna saman. En margir í þínu flokki og þínu flokki, þeir segja sér svo en auðvitað eigum við ekki vera að vasast í því. Auðvitað eigum við bara að búa til umhverfi þannig að þessi kallar sem vilja græða sem mest, að þeir fái að græða sem mest því að þannig byggist upp gott samfélag. Það er bara trúi og því miður að þá hefur ykkur tekist einhvern veginn að gera þetta þjóðtrú á Íslandi. Já, ég er algjörlega þeim þar. Þú ert í minnihluta í þínu flokki? Já, ég bara hef alltaf verið allstaðar í minnihluta, Þannig að ég hef, nema þegar ég var bæjarstjóri og oddviti sjálfstæðismann í bænum. En það var það því að fólki treysti mér til þess að vera að vinna. Það er alveg svo framorðið. En það er eitt stórt mál sem við möttum að ræða og við verðum að ræða og að því við erum með fyrrverandi skólastjóra. Það er yfirvofandi kennaraverkfall. Já. Var ekkert enn kennaraverkfall með að þú var skólastjóri? Já. En mér finnst þetta svo skemmtilegt að sitja hérna með þessum ungu fesku konum af því að ég er fyrrverandi í öllu Ég er fyrrverandi kennarinn og fyrrverandi skólastjóri, fyrrverandi bæjarstjórinn og fyrrverandi þingmaðurinn. Þannig að mér finnst þetta ömurlegt. Já. Algjörlega ömurlegt og ég og þarna finnst mér samninganefnd sveitafélaga annars vegar og kennararnir hins vegar getið þið ekki sest niður og rætt það hvað er börnunum okkar fyrir bestu þó svo að við þurfum eða þið þurfið fleiri krónur í laun og hérna megin sé við getum ekki gert þetta. Ég held að sé einföld leið til að leysa þetta. Nú. Það var alveg eins og ég held að Ástráður Haraldsson hafi leyst hjúkrunarverkfallið eða yfirvofandi verkfall hjúkrunarfræðinga með því að skera 5 neðstu flokkan í burtu og fækka þeim og þar með hækkuðu þeir sem voru á lægstu launum og hinir fengu bara minni hækkun og það eru margir launaflokkar það er niðurskurðarhnífinn sem vantar Já, ég meina það er margir launaflokkar hjá kennarasambandinu hvort heldur að það er í framhaldsskólum eða grunnskólum ef þau bara köttið á næstu 5 til 6 næstu flokkana þá mun til dæmis nýliðun verða í starfinu vegna þess að það byrjar engin þannig að ég held að það sé hægt að leysa þetta og það er algjörlega borin von að samfélagi þoli það að allir leikskólakennarar færi í verkfall, grunnskólakennarar færi í verkfall og framhaldsskólakennarar færi í verkfall þá kemur bara að því hvort sem að manni líkar það betur eða verð að núverandi þing þarf að setja lög á verkfallið og vegna þess að þetta mér anskotansa með það þetta mun rústa svo mörgu og fyrst og síðast mun þetta hafa áhrif á börnin og unglingana þetta hefur minni áhrif á fullorðna fólki en þetta hefur áhrif á börnin og unglingana og okkur ber bara siðferðisleg skylda og samfélagsleg ábyrgð til þess að leysa þetta Við treystum Ástráður Haraldsson að vera að hlusta Við erum með fjármálvaldið þannig að við erum ákveðið að gera þetta
sem að Hvar viltu byrja með? Standa við þar gerða samninga þetta frá 2016 sem alltaf verið að tala að hafi ekki verið staðið við eitthvað ákvæði sem var samþykkt og já, ég meina af hverju það? Af hverju standa samningsaðilegar ekki við? Að uppfylla það, þetta var sama. Þegar gera samninga langt inn í framtíðina sem að þeir ætla ekki að standa við sjálfur. Aftur þessi langtíma hugsun að það kemur síðan að skuldadögum sko. Ég held að við í Viðreisnum reynda bara verið mjög áfram það að við vorum með þingsályktun á sínum tíma þjóðarsátt kjör kvennastétta að virðist meta þessi störf vegna þess að við sjáum það að einmitt ef að allir þessir einstaklingar leggja niður sín störf þá fer samfélagið á hliðina og við þurfum að virðist meta það með réttum hætti og tryggja nýliðun og tryggja það að menntakerfið okkar sé framúrskarandi og frábært starfsumhverfi líka fyrir kennara og fyrir börnin okkar. Það er verk að vinna þar og ég held að ég bind mikla voni við það að samningsaðilar náið saman. Ég ætla bara að vona það, ég bara held í þá von. Við vorum í kosningabaráttunni núna í nóvember á sama tíma og verkföllin stóðu yfir og ég hitti þar til dæmis alla leikskólakennarana í Skagaferði sem höfðu þá verið í 6 vikur í verkfalli, voru hittast og reyna einhvern veginn að tala kjarki hvor aðra í litlu samfélagi þar sem að þær mættu auðvitað líka mótstöðu innan samfélags fyrir að vera að búa til vesen fyrir fjölskyldunar sem þarna voru, það er eitt leikskóla á svæðinu. Ég meina, við megum ekki fara í þessar skotgrafir, við þurfum að hugsa hvað er það sem að er í húfi þannig að ég held að það sé óbóðslega mikilvægt að ná samningum núna og svo til næstu ára að koma hér á almennilegu einhvern veginn umhverfi utan það að við séum hér með eins gott skólakerfi og hægt og ég held að við Íslendingar við ættum að geta það. Og vera sammála það. Og vera sammála kannski svona einu sinni. Og líka bara starfsaðstæðnar, byggingarnar, við erum bara búin að heyra það er alltaf einhver nýr skóli sem þurfa að fara í eitthvað svona tímabundið húsnæði af því að fannst mygla, af því að við vorum einmitt ekki að sinna viðhaldi og hugsa fram í tíman að húsnæði þurfti að vera gott og þá allir komin þessi fræga innviða skuld og rakaskemmtir og mygla sem fara að hafa áhrif á heilsu kennara, starfsfólks og barna sem að auðvitað vilja vera í sínu nær umhverfi en geta það ekki og þá eru þau allir komin einhver aðra deild og þá eru foreldrar skuldast á á fleiri staði þegar við erum að leitast við að vera umhverfisvæn en þessi foreldrar geta náttúrulega ekki sleppt bílnum af því að strætókerfið er bara ömurlegt þrátt fyrir að alltaf bæta upp á 2025 og ég býð bara mjög spennt eftir því þannig að þetta bara fer í hring að við þurfum að byggja samfélagið upp á samfélagslegum forsendum. Okkur gengur mjög vel eins og heyrir en leitum alltaf við dýristu lausnum. En ég held að almennt ef þú sért bara myglu í einhverju hotni og ákveður að mála yfir hennar staðinn fyrir að ráðast á rótum vandans þá lendur í vesenni og þá við okkar bara samfélagi heilt. Það var einmitt þegar ég var skólastjóri fyrir mörgum árum þá voru líka 2 kennarafélög þá voru þeir sem ég var með unglingadeild og það voru bæði HIK og KI svo fór KI í verkfall en HIK kennararnir voru með störf og þá þurftu nemendur að mæta svona stopult af því að þú gast ekki lagt skólastar niður vegna þess að það var bara hluti af hópnum í verkfalli og þá þurftur raun og veru þá mátti maður ekki búa til nýja stundatöflu fyrir börnin vegna þess að þá var maður að ganga á rétt kennarana sem voru í verkfalli þannig að það er líka, þetta er svo margslungið en þetta fyrst og síðast verða þetta börn og unglingar sem að verða fyrir tjóni þannig að ég bara skora á þetta lið að semja. Já, við öll, en hér endur við þennan hluta að Marja Rutt, Ragnar Ríkharðsdóttir og Sanna Magdalena. Takk ykkur fyrir komuna og við komum hér aftur að vera með spori. Takk fyrir mig. Takk. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM
89,1. Þarstan á tali af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.